Já, þú segir 4-1 sigur hérna á Dómus Nóa í Breiðholti. Þú lítur að vera bara nokkuð kátur. Ég er mjög kátur með frammistöðu mann í dag. Frábær leikur okkar hálfu. Ég teki liðið bara allt saman. Hrósa þeim bara gríðarlega. Rosalega margir sem áttu góðan leik í dag. Sigurjón varði frábærlega 3-4 sinnum í markinu. Vörðinn stóð sig vel alla leikinn. Miðjan, sóknarleikurinn, það voru allir á tánum, það voru allir með í dag, þannig að þetta var bara frábær liðsframmistaða. Eins og segir allir á tánum, þannig að þetta var bara svona liðssigur í dag. Það var bara þannig, algjörlega. Voru með vindin í baki í fyrri hálfleik, náið inn sterku marki hann í fyrri hálfleik á móti vindi. Svo í seinni hálfleik var kannski breytist leikurinn að spila með vindi. Já, það er auðvitað, vindurinn er að hafa áhrif á allt það, en heilt yfir, bara góður leikur, báðir hálfleikar, sanngjarn sigur. Hans Viktor kemur inn í hálfleik, frábær innkoma hjá honum, skorar tvö frábær mörk. Já, það verður náttúrulega að koma fram. Auðvitað höfum við saknað Hans Viktors og Dofra, sem að Dofri er búinn að missa meirihlutann af sísoninu út af erfiðum aftanlærismeiðslum og Hans með sín meiðsli, þannig að við höfum auðvitað aðeins saknað þeirra og það er gaman að fá það inn núna og vonandi ná að sýna í þeim leiki sem eftir eru hvað ykkur býr. Þeir eru núna konur 2 stigum eftir, þetta er bara þetta á milli ykkar og Kortringa þetta 3. sæti. Þið hljótið ætla bara að enda tímabili í 3. sæti. Eins og segi, fyrst og fremst, þá er bara að horfa í hvern leik og reyna að ná í eins góð úrslit og við getum og reyna að enda þetta eins vel og við getum. Við erum að spyrja út í atvikið í fyrri hálfleik þar sem Nathan fer með hnéð eða sólan í andlitið á Dofra. Var þetta rautt eða hvernig fannst þér útkoman hjá Elís? Ég er ekki sérfræðingur í dómgæslu, þannig að no comment.